En næstur á dagskrá Anton M. Egilsson sem ætlar að tala grænar græjur. Gjörðu svo vel. Komið sæl. Meðan að Helgi talaði svona hvað maður segja svolítið þetta almennt út frá gagnaverum og orkunni sem við erum að nota, þá ætla ég að ræða þetta eins út frá notendunum sjálfum. Svona tækjum og lausnum fyrir notendur og þá helst út frá útstöðum og prentun. Ég búinn að vera ansi lengi í svona því sem við kalla græna upplýsingatækni. Ég búinn að vera í 10 ár að þróa lausn hér í Nýherja sem við kallum rentaprent og er klárlega, kemur því eftir, að skila viðskiptavinum okkur miklum ávinningi í því sem snýr að upplýsingatækni. En því til viðbótar þá höfum við á undanförnu verið að vinna mikið að sýndavæðingu og alltaf löngu orðið hefur sannað sig sýndavæðing netþjóna en nú er sýndavæðing útstöðva að verða meira og meira vinsælli. Við skoðum aðeins hvað sýndavæðing á útstöð þýðir. Þá snýst þetta það að við erum að færa þá vinnu sem er að fara fram í dag á útstöðu notandans inn í miðlægt umhverfi og komumst þá að með miklu minni vélbúnað hjá notandan sjálfum. Inn í kerfisal þá eru keyrandi netþjónar sem eru rekandi útstöðva notendana og það er ekki óeðlilegt að við séum að keyra mögulega 70 útstöðvar á einu svona blaði sem vigtar 5 kíló og hjá notandanum í stað þess að vera með 8 kílóa útstöð þá komumst við að með 150 gramma útstöð, box sem tengir skjá, lykla, borð og mús. Því til viðbótar eins og Helgi kom inn á þá eigum við möguleika því að framlengja líka líftíma eldri búnaðar með því að fara í svona sýndavæðingu. Með því að færa þá vinnslu sem var, má segja, á búnaði sem er orðinn gamall til þess að ráða við það sem fer fram inn í miðlægumhverfið. En eldri útstöðin keyrir áfram sem boxið sem fyrir skjá, lyklaborð og mús. En hvers vegna eru menn að fara í þessa leiðir? Og þá náttúrulega ljóst að út í heimi er þetta af umhverfissjónarmiðum, helst. Hér heima hins vegar höfum við verið meira drifnir á lægri kostnaði og það kannski er eins og Helgi sagði áðan að hversu alvarlega erum að taka umhverfisáhrifin hér heima á móti Evrópu sem dæmi. Við finnum bara ekki nógu mikið fyrir því hér, eins og ef við berum okkur saman við Bretland eða önnur lönd, hvaða málið það skiptir að vera umhverfisvæn. Þar eru skattar, þar eru orkuverð og annað sem að drífur menn í það að fara hraðar í þetta og þá meira út frá umhverfissjónarmiðum. Við náttúrulega erum að fara í mikið einfaldari rekstur ef við förum í svona sýndavæðingu. Eðlileg tala í keyrslu á útstöðafjölda á miðlægum þjóni væri 72 sýndavélar á einu blaði sem dæmi og mikið lægri bilantíðni. Við erum þá að tala að útstöðin er orðin að svona 11 x 11 cm boxi sem hefur enga hreyfanlega hluti. Við tölum framleiðslu sem 50–70% af umhverfisfótspori útstöðvar eða tækjana sem við erum að nota í dag. Þá getum við rétt ímyndað okkur hverju það munar að fara
svona box á móti stórri útstöð í áhrifunum þar. En þessi leið virkilega grænni þegar kemur að sem dæmi rafmagni. Við erum að tala um 100 sinnum minni orkunotkun heldur en í hefðbundinni útstöð. 3 vöttar rafmagni er það sem að eitt svona útstöðarbox er að draga. 150 grömm á móti 8 kílóum. Ef við tökum svona hefðbundna small form factor útstöð sem er svona lítill nettukassi, þá er hann 8 kíló á móti 150 grömmum sem er þá nýja útstöð notandans. Diskapláss. Þegar við endurnýjum útstöðarnar okkar í dag, þá fáum við, svona án þess kannski að biðja sérstaklega það, alveg hauga geymslupláss hver einustu útstöð. 300 gig disk með. Á meðan að við höfum sennilega flest í fyrirtæki einhverju pólisir það að geyma gögnin okkar annarkvort á heimasvæðum eða sameiginlegum drifum þar sem þau eru í öruggri afritun og aðgengileg samstarfsfólki okkar. Þannig að við erum einhver terabæt af geymsluplássi á útstöðum hjá notendum sem eiga ekki nota það. Með sýndavæðingunni þá erum við að færa þetta allt frá því að vera með nokkuð geymslupláss þannig séð á borði notandans inn í miðlægt umhverfi. Örgjörvar vélana sem við erum nýrra véla sem við erum að kaupa í dag eru orðnir svo öflugir að eins og við sjáum með netjóni, við erum með 72 notendur keyrandi á einum netjóni. Við höfum líka verið að þróa lausnir þar sem við getum verið að keyra alltaf 20 til 30 vélar jafnvel af einni öflugri útstöð. Við höfum sýndavæða frá útstöðum jafnvel. Það sýnir sko að þörf notendana á örgjörvaafli á móti því afli sem við fáum í útstöðunum komið langt upp fyrir þörfina. Og þá komum við að þessari nýtni okkar í því sem hefur sýnt sig í sýndavæðingu netþjóna, að fyrir sýndavæðingu vorum við með nýtni eða álag á örgjörvum milli 5 og 10% að meðaltali í netþjónum, á meðan við förum í 80-90% með því að sýndavæða járnið sem að þjónarnir keyra á. Og það annað sem að þessi sýndavæðing gerir okkur líka kleift. Það og Snæbjörn kemur kannski svolítið meira inn á eftir, að það að notendur geta með þessu haft aðgang að útstöðunum sínum hvaðan sem er, með hvaða tæki sem er. Þannig að í vinnunni hafa þeir þetta litla box sem er á borðinu þeirra, en heima frá sér gætu þeir tengst frá tabletinu sínum eða hvaða borvél sem er. Þeir eru í ferðalagi einhvers staðar og komast bara á netið og komast inn á útstöðuna sína og geta séð gögnin sín nákvæmlega eins og þeir eru. Og þetta tekur líka heilmikið á öryggisþáttum sem hafa verið til umræðu í þessari tabletvæðingu sem er í gangi, að gögnin þá aldrei farandi út úr húsi, heldur liggja þau á þessum miðlæga þjóni og þú ert í rauninni bara að skoða vélina innan þaðan. Bara svo menn gerir sér grein fyrir bara litlu dæmi, ef við værum nú að innleiða 40 útstöða umhverfi með annars vegar borðvélum hefðbundnum eða svo sýndavélum, þá myndu þessar sýndarútstöðar vigta 6 kíló á meðan 40 borðvélar myndu vigta 320 kíló. Og þið getið ímyndað ykkur umfangsmunin líka. Þetta einhver bretti að búnaði sem þyrfti á borðvélum á meðan við erum með, eins og segi, 6 kíló. Einhver skip eða flugvélar þarf til þess að koma þessu
til landsins og svo þarf að sjálfsögðu að farga þessu einhvern tímann eftir endurvinnslu leiðinni þar sem þetta fer svo allt í sama hauginn eða til Marokkó. Þetta var svona nett bara létt yfirferð á þessa sýndarvæðingu útstöða. Svo ætla ég núna að fara yfir prenthliðina á þessu, notendunum okkar. Við töluðum aðeins vottanir áðan, umhverfisvottanir. Það eru, hvað ég segja, flest allir, ef ekki allir, þátttekendur í þessum upplýsingatækni heim í dag, þeir eru að fá búnaðinn sem vottaðan, Svansvottaðan, Energy Star, Bláa engilinn, hvað þetta heitir allt. En það er þó engin trygging á því að við séum að fara í umhverfisvæna leið þó við séum að velja búnað sem er vottaður. Því að við getum, ef við tekum dæmi úr rendaprentlausnunum okkar, þá getum við verið að sjá hlutfall eða fækkun prenttækja alltaf 70%. Þannig að aðili sem velur sér byrgja sem er með Svansvottuð eða Energy Star merkt tæki getur farið í það að fjárfesta í 17 prenttækjum þegar þörfin er 4. Þannig að þetta snýst alltaf um heildarumhverfið á endanum en ekki það hvort að búnaðurinn sem slíkur er vottaður frá einhverjum ákveðnum vottunaraðila. Ég ætla að sýna ykkur tölu núna sem að byggja á ansi stóru rekstrarumhverfi okkar á rendaprentlausnin okkar. En við höfum 15.000 notendur, daglega notendur, hjá 100 viðskiptavinum á 160 stöðum allt land sem eru að prenta samkvæmt þessari aðferðarfræði sem við erum að nota í rendaprent. Við höfum að meðaltali hjá þessum 100 viðskiptavinum fækka prenttækjum 70%. Og það næst náttúrulega ekki nema með, hvað sem svolítið heilsteyptri lausn. Svona, ég get sagt, ég get kynnt rendaprent með 8 glærum, en þegar við innleiðum það svo tekum við verkáætlun sem er 120 liðir. Þessi árangur næst ekki nema með því að fá allt fólkið með, sem er að fara að nota lausnin okkar. Þetta er samsetning vélbúnaðar, hugbúnaðar, ferla og annars til þess að uppfylla og leysa fyrir allt fólkið á endanum sín daglegu störf, ekki síður en það gerði fyrir. Þannig að þetta verður að vera, kortlagt frá til og heilsteypt. Við spöruðum viðskiptavinum okkar á síðasta ári sem nefnum 40 tonnum á pappír með þessum aðferðum. Og það eru 9,6 milljónir eintaka sem ekki voru prentuð út. Og hvernig næst það? Jú, það er með aðgástýringum, það er með gerð ferla við prentun, skannanir, flæði rafrænna skjala. Þetta er vítt að ná svona árangri. Við ætlum okkur á næstu 5 árum að spara sem nemur 840 brettum á pappír fyrir viðskiptavinum okkar. Það er jafn mikið magn og tæki til þess að þekja allt gólfið á þessu húsi. Áætlunin okkar gerir ráð fyrir því að við ætlum að spara viðskiptavinum okkar sem nemur 400 tonnum á pappír á næstu 5 árum. Það samsvarar 970 hekturum af íslenskum birkiskógi. Hallóstaður skógur er 740, þannig að þetta er ríflega allt flatamál hans. Það er eins og annar þáttur heldur en tré
og miklu viðkvæmari þáttur sem við erum að eiga við þegar við erum að prenta. Og það er vatn. Það þarf 324.000 lítra af vatni til þess að búa til 1 tonn af pappír. Og þetta vatn sem er notað í pappírsgerðina er ónýtt miklu lengur heldur en tekur að rækta tré í pappírsgerðina. Þannig að þessi 400 tonn sem við ætlum okkur að spara viðskiptunum okkar eru 130 milljónir lítra. Og það er alltaf erfitt að átta sig á svona stærðunum að setja þetta í eitthvað svona samhengi við eitthvað sem maður getur átt sig á. Það samsvarar vatni í 52 ólympíusundlaugar. Líkaminn þarf að lágmarki 730 lítra á ári, sem þýðir að bara það sem við erum að gera í þessu rentabrenningur okkar á Íslandi getur spara vatn í heiminum sem duga fyrir 180.000 manns. Það er svolítið verðmætt. Það er annar þáttur sem við erum að ná með innleiðingu á rentabrennslusnum. Það er að við erum að ná að fækka prenttilkjum, flæði prenttilkja. Að meðaltali hjá þessum viðskiptavinum okkar höfum við náð að fækka magni í veltu prenttilkja 8–10%. Þá komum kannski aftur að þessu sem ég sagði í upphafi, það er ekki nóg að velja sér tæki sem er vottað af Svaninum eða einhverjum endistar. Við getum keypt hylki sem er svona í umfangi og prenta fyrir okkur 30.000 blaðsíður á meðan við fáum kassa í sömu stærð í önnur prenttæki sem prenta 2.500 blaðsíður. Þannig að við þurftum 15 hylki til þess að bara ná í þetta eina hylki sem afkastaði 30.000 blöðum. Og það er þarna sem liggur líka veruleg áhrif á umhverfi okkar. Það er í þessum hylkjum, prenthylkjunum. Það þarf að flytja þau náttúrulega að landinu, það þarf að flytja þau hér innanlands. Það þarf að farga þeim eftir notkun. En það eru miklu fleiri hliðar á þessu heldur en bara það að prenta færri eintök til þess að ná árangri í umhverfis eða bjóða umhverfisvænan lausn. Lausn eins og rentabrennt samanstendur til dæmis af líka vöktunarkerfi og vélbúnaði. Þar sem við erum að lágmarka fjölda þjónustuferða. Það telur virkilega ef við þurfum að fara 2 og 3 ferðir á ári á hvert stað eða 1 eða hálfa ferð. Af því að við vitum hvenær þarf að gera hlutina og hvort það þarf að gera eitthvað út frá vöktunarkerfunum okkar. Við erum með vöktunarkerfi á rekstrarvörunum okkar sem er að lágmarka geymslu á birgðum, bæði hjá okkur og viðskiptavinum. Við getum stýrt og sjáum þá í áætlunum og öllu út frá byggð á notkun og mælingum sem við erum með nákvæmlega þörfina fyrir hylkjum á staðnum og getum á samanskapið þá lágmarka líka fjölda sendinga. Svo til viðbótar þá erum við að þjónusta, við þjónustum alla okkar viðskiptavini í dag á grænum bílum. En það telur náttúrulega ekki langt ef við værum að fara margar ferðir, þannig að vöktunarkerfin og annað þurfa að vera til staðar líka. En erum að þjónusta eins og rentabrentu okkar á metanbíl. Þannig erum við að horfa á sem flestar hliðar til þess að vera umhverfisvæn í það að veita þjónustuna. En svo snýst þetta kannski líka það, prentun eða bara ekki prentun. Það er alltaf ódýrasta prentlausna fyrir hvert sem er að prenta ekki. Mestur vöxtur í rentabrenntlausnum, eða lausnin okkar á síðasta ári, var í meðhöndlun skannara skjala. Það er rafrænna skjala. Það er greining og gerð ferla við skannanir til þess að mögulega minnka það sem þarf að flæða á pappír.
skjöl gera rafræn í stað þess að prenta þau. Ég hef unnið greiningar fyrir mörg stór fyrirtæki í Íslandi og það nú einhvern veginn þannig að sumar prentanir eiga sér stað af því að það hafa alltaf átt sér stað. Það kannski 3 hættir sko síðan að þetta verklag var tekið upp sko, en það veit ekki eiginlega af hverju þetta prenta sko, það enginn að fara að gera neitt við þetta. En svona gagnrýni þarf að horfa á alla hliða málsins til þess að ná árangri. Sko, við segjum sko viðskiptavinir okkar prentlausnin okkar sé sko fyrsta skref í átt að pappírslausu umhverfi sem við ætluðum að hafa þarna 1982 eða eitthvað. Því að í fyrsta skipti sjá viðskiptavinir okkar að þeir nái tökum á prentumhverfinu sínum til þess að mæla, sjá hvar punktarnir eru, hvaða prentur þarf að vera til staðar, hvaða þarf ekki að vera, til þess að skala og minnka niður prentmanni. Þannig að, og tölurnar sem ég sýndi áður tala alltaf sínu máli í því hvaða árangur við erum að ná fyrir viðskiptavinir. Þetta eru bara raunverulegar tölur. Fleira var ekki.